Góðan daginn og velkomin á kynningu á meistaranámi í félagsfræði. Ég heiti Sigrún Ólafsdóttir og er prófessor og námsbrautarformaður í félagsfræði við Háskóla Íslands. Ef við byrjum á því að velta fyrir okkur af hverju félagsfræðin er mikilvæg og kannski af hverju mikilvægi hennar eykst á tímum stórra samfélagslegra breytinga eins og þeirra sem við göngum í gegnum núna, þá liggur svarið í einstöku sjónarhorni greinarinnar á tengsl einstaklinga og samfélags, sem og því að hún tekur á öllu því sem skiptir okkur máli. Í félagsfræðinni spyrjum við gagnrýnna spurninga hvernig samfélagið hefur áhrif á okkur, en líka hvernig við getum breytt og haft áhrif á samfélagið. Því má segja að félagsfræðin geti útskýrt bæði af hverju samfélagið er eins og það er, en líka hvernig hlutirnir gætu verið öðruvísi. Þær miklu ógnir sem að steðja að okkur í augnablikinu, svo sem loftslagsbreytingar og COVID-19, hafa auðvitað áhrif á öll samfélög og alla einstaklinga, en félagsfræðin sýnir okkur strax fram á að þessar stóru samfélagslegar atburðir hafa alls ekki sömu áhrif á okkur öll og það er almennt þannig að þeir sem að standa hallari fæti í samfélaginu sem verða þeir sem að verða verst úti. Á þeim tímum sem við lifum núna er augljóst að bæði heilsufarslegar og efnahagslegar afleiðingar verða alvarlegri fyrir þessa hópa í öllum samfélögum, en kannski sérstaklega þeim samfélögum þar sem öryggisnet velferðarkerfisins er veikara. Einn helsti styrkur félagsfræðinar er, eins og félagsfræðingurinn Emil Durkheim sagði okkur árið 1895, sá að samanburða félagsfræði er félagsfræðin sjálf. Hvort sem að við erum að bera saman mismunandi hópa í samfélaginu eða skoða mun á milli samfélaga. Þetta sjónarhorn leyfir okkur þannig að greina á milli sérkenna félagslegra aðstæða og þeirra sem eru almennari, og í gegnum samanburðin verður augljós hvernig heimurinn er félagslega skapaður og afleiðingar af ákvörðunum sem voru á einhverjum tímapunkti teknar, almennt af þeim hópum sem hafa hvað mest völd í samfélögum á þeim tíma. Við sjáum þetta skýrt núna á tímum COVID-19, þar sem öll lönd í heiminum glíma við sömu líffræðilegu ógnina, en gera það á mismunandi hátt og með mismunandi afleiðingum. Við höfum eflaust mörg fylgst með því sem er að gerast í Bandaríkjunum og eftir að hafa búið þar í 17 ár verð ég að segja að ég er afar ánægð með þá ákvörðun að hafa flutt heim fyrir rúmum 3 árum. Að lokum vil ég nefna aðferðafræðilega sérstöðu félagsfræðinar, en hún er mjög sterk bæði í megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum, sem og í að nota mismunandi aðferðir til að svara stærri samfélagslegum spurningum einstaklinga og samfélög. Það er því þessi sterki kenningalegi bakgrunni félagsfræðinar og fjölbreytt færni í aðferðafræði sem gerir félagsfræðinga einkar hæfa til að takast á við þær samfélagslegu ógnir sem steðja að okkar á þessum tímum og til að skilja líf einstaklinga í stærra samhengi. Hvernig við byggjum upp námið okkar í félagsfræðinni er kannski það sem við viljum skoða næst, og þar ber auðvitað fyrst að nefna að við bjóðum upp á MA-nám í félagsfræði, bæði almennt, en við erum einnig með ákveðnar áherslulínur í aðferðafræði, afbrotafræði og heilsu og velferð. En dæmi námskeið sem má til dæmis taka í þessum línum eru spurningalistakannanir, afbrot á Íslandi eða námskeið heilsu og ójöfnuð. Að auki þá bjóðum við upp á MA-nám í aðferðafræði til 120 eininga, en innan þess erum við núna að byrja með nýja línu markaðsrannsóknir og gerum við það í samstarfi við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Að lokum bjóðum við einnig upp á viðbótardiplómu, en það er 30 einingar nám sem eru þá almennt 3 námskeið, og auk félagsfræðinar er þar hægt að taka áherslu í afbrotafræði sem og í rannsóknaraðferðum félagsvísindana. Ég sagði hér áðan að félagsfræðin tekur á öllum þeim málum sem skipta máli og við sjáum hversu fjölbreytt hún er. Félagsfræðingar taka virkan þátt í samfélagslegri umræðu á sínum sérsviðum
og við sjáum hér dæmi þátttöku kennara í félagsfræði. Þar má finna rannsóknir á heilbrigðiskerfinu, þar sem kemur meðal annars fram að nánast allir Íslendingar vilja ríkið beri ábyrgð á slíkri þjónustu og að sinna henni. Það má líka tala reynslu karla af hjúkrun. Við sjáum hér að sjálfboðaliðar eru notaðir í störf hér á Íslandi þar sem eru kjarasamningar sem gildum, mun á afbrotum og afbrotahegðun karla og kvenna, hina ótrúlega árangur sem hefur náðst af Íslendingum í hinum ýmsu íþróttagreinum og sérstaklega hópíþróttagreinum, hvernig konur koma síður til valda í æðstu stöður innan einkageirans, að það geti verið að fækka kennurum á næstu árum, af hverju almenningur tók þátt í fjöldamálefnum tengdum Panamaskjölunum og viðhorf til brjóstagjafar á Íslandi og hvernig þau viðhorf geta gert konum sem eiga erfitt með brjóstagjöf erfitt fyrir í sínu lífi. Við sjáum þetta líka hér í hlaðvarpi félagsfræðinnar, samtali við samfélagið sem við höldum út á Kjarnanum og erum komin með yfir 8-10 þætti. Við sjáum aftur að það ekkert sem er félagsfræðinni óviðkomandi og mér langar kannski sérstaklega að minnast hér á 2 nýjustu þættina, en þar töluðum við annars vegar við bandarískan félagsfræðingur og hins vegar félagsfræðing frá Ítalíu og töluðum þá áhrif COVID og heimsfaraldursins í þeim löndum og settum hann í félagsfræðilegt samhengi. Að lokum endurspeglast þetta auðvitað í þeim verkefnum sem nemendur okkar eru að gera í MA-náminu og þið sjáu hér dæmi nokkrar nýlegar MA-ritgerðir sem eru auðvitað á engan hátt tæmandi, en þarna sjáum við að nemendur eru að fjalla sjúkdómshegðun, sjúkdómsvæðingu, það að kæra nauðgun í litlu bæjarfélagi, áhrif ójafnaðar á líðan í kjölfar bankahrunsins, starf og hvað gerist fyrir starfsferil nýútskrifara grunnskólakennara, pókerheiminn á Íslandi, viðhorf til afbrota, konur og hvernig þær birtast í fjölmiðlum á Íslandi og útlitsdýrkun. En að lokum þá hlýtur það alltaf að vera spurningin sem við höfum áhuga á, hvað gera félagsfræðingar eiginlega, hvað starfa þeir? Stutta svarið það að þeir eru alls staðar í samfélaginu, þeir vinna hjá hinu opinbera og í einkageiranum, en oft á tíðum vitum við ekki að þeir sem við erum eiga samskipti við eða sjáum í fjölmiðlum eru félagsfræðingar. Aftur sjáum við hér lista sem auðvitað langt frá því að vera tæmandi, en við sjáum hér dæmi að félagsfræðingar starfa sem skrifstofustjórar, kennarar, forstöðumenn og framkvæmdastjórar, almannatenglar, í bankageiranum, sviðsstjórar, í blaðamennsku og fjölmiðlum, söluráðgjöfur, í stjórnmálum og ýmiss konar sérfræðingar og þá bæði í einkageiranum og í opinbera geiranum. Möguleikarnir með félagsfræðigráðu eru því endalausir, en í þann samanburði má nefna að nýlega var verið að velta fyrir sér líkunum á að tækniframfarir geri mismunandi störf úrelt og í tilfelli félagsfræðinga var það afar ólíklegt eða einungis 6%. Þær stóru samfélagslegu breytingar og áskoranir sem við erum að takast á við gera það að verkum að hið félagsfræðilega sjónarhorn hefur kannski sjaldan skipt meira máli en einmitt núna, þegar mikilvægi þess að skoða og skilja meiriháttar samfélagsbreytingar og áhrif þeirra á lífshlaup einstaklinga og hópa hefur sjaldan verið meira. Ég vona að þessi stutta kynning hafi gefið ykkur smá innsýn í af hverju ég hef aldrei séð eftir að hafa valið félagsfræðina fyrir næstum 25 árum og við erum auðvitað tilbúin að svara frekari spurningum, hvort sem það ég sem námsbrautaformaður í félagsfræði eða nemenda þjónusta félagsvísindasviðs og þið sjáu hér netföngin, símanúmer og netspjall Háskóla Íslands. Kærar þakkir fyrir að vera með okkur í dag og við hlökkum til að taka á móti áhugasömum nemendum í haust.